Og daginn í þessu myndbandi ætla ég aðeins að renna yfir hvað þið þurfa að gera í raun og veru til þess að tækla verkefni 2 sem er sem sagt að kóða núna, byrja að kóða núna það sem þessa hönnun sem þið gerðuð í verkefni 1 og ég ætla bara að leggja áherslu á það að við erum að vinna bara í mobile útgáfunni, það er gott að klára hana fyrst. Þið þurfum ekki að gera skugga neitt slíkt sko, en það er best að klára hana með innihaldi vegna þess að þegar þið eru komið innihald þá er í raun og veru það sem stýrir svolítið hvernig næsta útlit lítur út þegar þið brekkið skjáinn til dæmis fyrir til dæmis landscape eða spjaldtölur. Við vitum ekkert hvaða tæki eru til eða slíkt. En þið hafið líklegast lesið ykkur ágætlega til þetta. Ég er búinn að dæla í ykkur ansi mörgum linkum. En sem sagt, nú er komið að kóða og ég ætla aðeins að renna yfir bara hvaða bjargir þið hafið og hvað ég legg til að þið gerið. Þið hafið svolítið frjálsar hendur með stefnu í þessu. Megið velja ykkur eigin editor. Ég persónulega bara að mæla með Sublime Text, þannig fyrir eitthvað nýr. Svo eru nokkuð framework sem ég vil eftirlega skoðið, en ég legg áherslu á eitt þeirra og ég ætla að nota það og það heitir html5boilerplate.com. Ja, það er það. Kíkjum aðeins á þetta. Hérna er skjal sem ég sendi ykkur og þetta er svona eiginlega bara svona flæði sem ég til að þið lendið í að gera hvort það er. En ég er nokkuð viss um það að einhver tímapunkti að þið verðið stopp. Mér finnst það ekkert ólíklegt. En það er líka mjög eðlilegt og það er þá eitthvað sem þið þurfa að reyna að bjarga ykkur í með að googla eða senda mér post bara og ég get bent ykkur á einhverja fleiri leiðir. Menn geta lent í mismunandi hlutum vegna þess að vefirnir eru ekkert eins og þið lendið þá í mismunandi vandamál sem þið þurfa að glíma við. En svona er þetta bara með vefinn, hann er flókinn og svolítið mikið kaos í honum eins og í staðinn í dag, allt á fleygiferð. Ég ætla ekki að röfla mikið, ég ætla að reyna að hafa það stutt. Þannig að kíkjum aðeins á námsnitið, ég ætla að svippa mér yfir þar, eins og sjá ég er að vinna í Macintosh-tölvunni minni heima, en hér er námsnitið, áfangin ykkar og undir annað efni, ég er komin hingað, ég er ekki búinn að skilgreina verkefni 2 hingað, verkefni 1 er ennþá hér inni, verkefni 2 kemur inn mjög fljótlega, ég ætla bara aðeins að fínpússa lýsinguna, en það byggir á því að kóða í raun og veru hönnunina alla, ekki bara mobile útgáfan og undirsíður heldur öll layout. En það þýðir ekki að þið þurfa að klára algjörlega útlitslega séð skuggar og slíkt eða þið þurfa ekki heldur að snerta á navigation eða menjunum, það má geyma það. Enda mun það að taka alla önnina í raun og veru að fínpússa þennan vef og við erum eftir að leysa ýmislegt vandamál við því. Þannig að við erum að taka fyrsta skrefið í að setja hann upp. Ef þið hafa ekkert efni, þá notið Libsum efni, Lorem Libsum texta, þetta er bara svona bulltexti. Á libsum.com getið þið kópírað. En reynið að hafa samt svona í samræði við það sem þið haldið að verði í lengd. Það er eins og ég segi, innihaldið stýrir svo svolítið mikið. En verkefni 2 lýsing, hún er væntanleg bara á morgun eða hinn líklegast. Sjáum til. En kíkjum aðeins á annað efni, minna ég. Hérna eru bækur og bjargir og ég er búinn að segja eins og segja það er svolítið mikið hérna og ég ætla að benda ykkur á það sem fyrir að kíkja sérstaklega núna á. Ég er með eitt vef sem er svolítið í uppáhaldi sem heitir This is Responsive og ég ætla að kíkja hana eftir með ykkur. Og hér fyrir ofan eru hlutir sem þið getið kíkt á sjálfur svona í rólegheitum en þetta er það sem ég ætla að kíkja á. Auk þess ætla ég að kíkja á framework sem heitir Bootstrap. Þá er það svona kickstart. Það byrja ekki alveg á tómu skjali heldur er búið að kóða smá fyrir ykkur en það þýðir ekki að þið þurfi ekki að gera neitt. Þið fáið smá eitthvað default layout template til þess að vinna með, getið breytt og unnið áfram með og þetta er mjög vinsælt að vinna með og þetta er frítt. En það er annað sem líka sem er aðeins víðara og það er boilerplate. Það er í raun og veru ekkert svona layout, þetta er bara grunnur til þess að vinna með og það er ekkert license-vesen. Þannig að ég ætla að nota það, það er mjög, mjög vinsælt. Það er til önnur útgáfa sem fyrir mobile en þið eigið ekki að nota hana. Ég ætla að taka áfram. Við kíkjum það eftir.
Í næsta myndbandi býst ég við að ég fari aðeins og sérhæfi mig í að skoða boilerplate sérstaklega og þar á eftir kem ég inn á eitt sýnidæmi sem ég er búinn að setja hérna inn sem heitir kóðasýnidæmi 1 og það er svona eitthvað sem ég gerði og samhliða því ætla ég aðeins að fara í float og clear með ykkur. Ég veit ekki alveg hver grunnur ykkur er frá hérna fyrir áfangum en þetta er eitthvað sem hefur þvælst fyrir nemendum og ég skil það mjög vel og ég ætla að reyna að hreinsa það aðeins til samhliða því að ég fer yfir þetta kóðadæmi hérna, sýnidæmi. Ég er náttúrulega frjálst að kíkja á það sjálfur eða sjálf. Nú, ok, hoppum yfir. Ég ætla að benda á, ég ætla að nota hérna Soplan text editorinn. Hér er linkurinn á hann, hann er líka undir annað efni. Hann er léttur, hann er fljótur og hann er frír þannig lagað. Það kemur einhver svona á til einhver auglýsing sem svona biðja ykkur að eyða nokkrum dollurum í þetta en hann er voðalega svipað af Notepad++ nema hann er mun öflugri. Hann býður upp á fleiri möguleika og þið getið alltaf beturbætt hann. Þetta er kóðaumhverfi, þetta er ekki GUI, þetta er ekki eins og Dreamweaver og ef þið eru að nota slíkt þá get ég ekki bjargað ykkur. Þið ættið að hætta að gera það. Þið komist ekki mikið í hraða, þið getið nýtt ykkur þetta til hliðar aðeins en þið verðið að fókusera á kóðan og skilja hann alveg 100%, annars lendið bara í vandræðum. Ok, nóg með þetta, ég ætla ekki að kenna ykkur á þetta neitt, þið getið skoða þetta sjálfur og ég ætla bara að loka þessu hér. Ég ætla að kíkja aðeins í Bootstrap, það er rétt lauslega, ég ætla ekki að kenna ykkur á það heldur, það er svo sem ekkert að fara í þetta, ég ætla ekki að fara í þetta, en ef þið kjósið að nota þetta, þá ég ætla að benda ykkur á eitt að þið getið stillt þetta aðeins af. Þið getið valið úr hvernig þið viljið. Ég fór hérna í scaffolding, fór hérna síðan í layouts eða responsive web design. Design hérna niðri. Þið þurfið að sérstaklega velja þetta. Þetta er ekki default í downloadinu. Og ef þið ákveða að taka Bootstrap og það er nú bara eins og segja flott framework, þá þurfið að læra það sjálf. Og það er svona, það þarf að læra aðeins meira á það heldur en það sem ég ætla að gera. Það þarf aðeins að læra á einhverja klasa sem eru í CSS sem gera eitthvað ákveðið fyrir. Reyndar er það líka í boilerplate en það er aðeins fleiri stillingar hérna og aðeins meira options en þetta líka. En þið ráðið við þetta. Hérna er til dæmis grid layout, grid system. Það er eitthvað fyrirbæri sem ég ætla nú að sleppa bara að gera. En það er eitthvað til þess að stilla upp síður layout og þið getið nota það í bland við responsive en eins og ég segi, ef þið viljið nota þetta þá verður þið bara að læra sjálfur á þetta. Ég ætla að loka þessu, ég ætla ekkert að kíkja á þetta nánar. Boilerplate er hér og það sem ég ætla að nefna varðandi boilerplate, ég ætla að fara ítarlega í það í öðrum myndbandi. Það er hægt að fá tvær í raun og veru útgáfu. Það er þessi grunnur og inn í honum því þetta er í raun og veru bara fullt af skjölum, CSS, HTML, JavaScript og möppukerfi bara, tilbúið fyrir því. En það er það sem ég ætla að nota, en það er hægt. Já, þið sjá hérna, það er einhver svona þurrt myndband hérna breytingar, hvað eru nýjungar og svoleiðis í gangi. Það er hægt að bara fara á YouTube og googla þetta og finna eitthvað þetta. Það er alveg nokkuð fínt sko. En það dugar alveg að horfa á mitt myndband næst sko, það á að duga. En hérna, ég ætla að downloada þessu eftir smá stund. Já, næsta myndbandi segi ég, en það er annað hérna sem er með einu templati, það er svona einu layouti, ég ætla að smella á það. Þið megið náttúrulega alveg nota það og það er ekkert að því, en hann fer aðra leið en ég geri í sýnidæminu. Bara bendi ykkur á það, bara allt í lagi, ekkert að því, en ég fer eiginlega svipað leið á hann nema ég fer aðeins öðru sæði. Hér er samsagt smellu á responsive, þá sjáum við hérna að þið eru að fá mobile first, það er það sem við erum að gera. Við erum að hanna fyrst fyrir mobile, svo desktop, ólíkt því sem kannski þið eru vanir. Þannig að þið getið ekki unnið ykkur niður. Allt sem ég gerði í CSS endar einhvern veginn í meet requeries. Þannig að þið getið ekki einhvern veginn að reyna að vinna í kóðanum
ef þið eru búin að gera vefsíðu, ekki fara bara að vinna í honum óbreytt. Ég mæli með að byrja á tómu blaði og frekar að kópera svona CSS-stillingar og annað jafnóðum og þurfið að halda. Þannig að þetta svona smá aðvörun. Nú, þetta template hérna, layout, ágætt og hann útskýrir reyndar mjög vel hérna hvernig svona lítið demo sem svona, man ekki hvort það var docs eða demo, já docs, sem hann útskýrir bara hvað responsive web designs í stuttu máli með svona smáttur kóða, bók sem ég hef kennt notað, þetta fyrsta bókin, en hér sem sagt bara útskýring á hvað responsive web design og demoið sjálft hérna, þá líka hérna áðan og hér síðan og þið getið, ég ætla nú að minnka þetta aðeins og það sjáu breytinguna, þetta sem sagt kjarnin í þessu, að sjá að layout breytingar, þannig að við erum að fókusa á þetta hérna, mobile, þannig að þið eigi ekki fyrir að þið eru búnir með þetta með eitthvað svona innihaldi, þetta nógu hreint og stílhreint, þetta dugar fínt, nógu að hafa svona dummy linka, það þarf ekki að vera flóknara en þetta, að leyfa þess að teygja þess á þessu og þegar þetta orðið bara, eins og ég kalla þetta, bara forljót, að einhver augað kvartar, þá komin tíma breytingu, það ekki fyrir þá sem þið vitið pixlabreytina, það ekki eiginlega hægt að elta þessa staðra lengur. 320, 460, þetta það ekki bara hægt, það bara úti. Þannig að núna getið þið bara séð hvernig þetta breytist, þetta virkar eins og töfrar, en þetta nú ekkert flókið í raun. En þið getið farið ólíka leiðir með þetta bara ein leið, þið sjáu hérna það dettur til liðan. En ég ætla ekki alltaf þetta, ég ger eitthvað sambarlegt og það ger ég í næsta myndband til að loka þessu. Þetta tilbaka, ég er búinn að fara í boilerplateið, þá ætla ég að benda ykkur á fleiri bjargir. Það This is Responsive, þetta þessi síða hérna, hún algjör snilld. Það vefurinn hérna, linkurinn, This is Responsive, líka hérna, layout kóði og ég ætla að smetla bara á þetta aftur, þá fæ ég hérna Facebook, hérna þessa síðu og það sem ég hef mikið áhuga hér eru resources, hér fullt af greinum búið flokkaðar, en patterns, það kóði og það kóði sem getur kópirað og það allt í lagi, eins lengi ég skilji hvað að gera. Og hér eru layout sem þið getið nýtt ykkur, en það sem ég mæli með að kíkja frekar á til dæmis eins og ef það að vera með form eða töflur eða eitthvað, þá svona responsive lausnir þar. En eitt lítið dæmi, hérna navigation eða menu, þannig að þið getið kópirað þetta inn bara til að byrja með og kannski bara breytt og aðlagað, en hér eru margar kóðlausnir og einu þeirra mjög einföld, toggle, ég ætla að smetla á það. Þá fáið sýnidæmi, hér menúinn, hann svona láréttur, hér plúsar og mínusar, en ef ég minnka þetta, þá sjáum við að menúinn, hann mun stökkbreytast og hann fer yfir í þetta og ég smetla á þetta og dettur þetta niður. Þetta sami menúinn, sama CSS-skjali og ef þið viljið kóðan, þá það svolítið falið. Það hérna niður í Edit this pen, ef ég smetla á það, þá opnast nýr gluggi og hér kemur sundurinn, HTML, CSS og JavaScript og þetta þurfum að kópera yfir í ykkar skjal. JavaScript bara hrátt og CSS hrátt, en síðan þurfum við náttúrulega aðlaga HTML-i. Hér kemur náttúrulega allur texti sem hérna niður líka, þannig að þið þurfum bara að skrolla upp og fara sem menúin og þið getið kópera þetta og aðlaga klasaheitin. Þið getið gert það. Oftast nær, þá þetta mobile first kóðum, þannig að það sem í CSS-inu, það fyrir mobile útgáfuna. Svo stundum, eða oftast nær, þá media query sína, það alltaf á botninum, fyrir stærri útgáfur, stærri breytir. Þannig að þið megið geima það, eða bara hafa það líka, sjálfsögðu, og þetta gert í EM, við tæklum það síðar. En ekkert pæli media query strax, það bara þegar búið mobile. Nú, síðasta sem að benda á að við erum með Facebook, eða ég reyndar stofnaði ekki hópinn, hann Þorgeir gerði það, bara fínt, gott mál. Umræðuþráðurinn á námsnetinu ekki góður, þannig að ég legg til að þið farið hingað, ég þarna líka, og reynir bara aðeins að spjalla þarna og deila hugmyndum og lausnum. Annars þetta bara gott að sinni, ég læt þetta orðið góðar 15 mínútur. Takk fyrir mig.